Dominos. Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á Norðurálsvöllinn á leik IA og IR. Örn Arnarsson heiti ég og með mér og sá sem ætlar að vera svona aðal sprautan í lýsingunni í kvöld, Björn Þór Björnsson. Já, og þú ert náttúrulega hjúklingur, Já. það þarf einhver að taka við því kefli. Já, ég er að reyna að þakka þér kærlega fyrir það að en við munum gera okkar besta í því að koma þessum leik til skila. En þetta er algjört must af IA sigrið þennan leik. Já, algjörlega. Þetta er bara, kemur eiginlega ekkert annað til greina það er bara blóðug fallbarátta framundan hjá Skagakonum. Bara líklega fram í síðasta leik og þetta er liðið sem er á botninum með 1 stig, fekk ekki stig í fyrri umferðinni og er einungis búin að skora 3 mörk í sumar og 2 eru að koma í sama leiknum, þannig að það hafa bara 2 leikir af 12 það sem það er að skora í IR-stelpur og Skagamenn er bara með töluvert betra lið, þannig að þetta á bara að vera sigur, sama hvað. Akkurat. Og talandi stöðuna í deildinni, þá er hún við náttúrulega erum að einbytta okkar á neðri hlutanum, en þetta sjáum við að IR-ingar þær sitja neðstar með 1 stig og það er ekkert sem að mun bjarga þessu liði frá falli að sjálfsögðu, en þar fyrir ofan er Fjölnir með 12, IA með 13. Þannig að þetta eru liðin sem er að berjast fall með ásamt Augnablikki og Grindavík. Já, þetta eru þessi 4 félög sem eru að berjast þetta. Þetta er svolítið svipað til Pepsi-deildarinnar karla, IBVF bara falli og þetta er bara spurning hvað lið fyrir með þeim, sko. Algjörlega. Og, en síðasti leikur, já við komum kannski inn á það á eftir, en þessi lið hafa mæst 18 sinnum í keppnisleikjum og þarna sjáum við nú svona dálítið einhliða statistík. Já, það Skaginum heldur betur með yfirhönduna þarna og ástæðan fyrir því er svo sem að IR hefur svo sem, ég held að allan langt síðan þeir spiluðu í efstu deild síðast. Já. Þannig að það hefur verið svona lægð síðustu ár og Skagamenn hafa verið með yfirhöndina. Já. Og sjáum lista yfir síðustu 5 leiki milli liðana. Í fyrri umferðinni núna í vor, eða í júní, sigraði IA 3-0. Og þarna á þessu tímapunkti voru IR-ingar að tapa öllum leikjum 7, 8, 9, 10, 0. Og þessu tímapunkti gekk Skagaliðinu ágætlega líka. Akkurat, og þannig ég man eftir ég sá þessu úrslit og hugsaði bara, 3-0, þetta er... Það voru svona nett vonbrigði. Já, með að við hvernig leikirnir hjá IR hafa farið í sumar, það hafi oft endað með 7-9-0 leikjum. IA sigraði báða leiki þessari liða í innkassodeildinni í fyrra, 5-3 og 1-0 hérna á heimavelli. Tímabilið 2017, jafntefli hérna á Akranesvelli gegn IR og síðan sigur hérna í fyrri umferðinni í fyrra. Já. Skagamenn fengu 2 IR-inga til liðs við sig í vetur og það er Andrea Magnúsdóttir og Klara Ívarsdóttir. Þær eru reyndar ekki í hóp í dag, þessi metar. Við sjáum við síðustu 5 leiki hjá IA, 2 síðustu leikir, sérstaklega síðasti 3-3 jafntefli í Grindavík. Þetta var 6 stiga leikur, einn af þessum 6 stiga leikjum. Á 850 mínútum voru 3-0 yfir og einum fleiri. Og í slíkum aðstæðum á ekki að vera hægt að missa leik niður. Nei, en við sjáum það eftir, við fengum myndir úr þessum leik, kannski og við munum sýna brot úr þessu eftir smá stund. Já, en líka með Fjölnisleikin þá mistum við þar líka niður þegar við vorum einum fleiri. Það var á móti Tindastóli, en Fjölnisleikurinn heima síðast sem að við vorum með í beinni og er á YouTube-rásinn okkar. Þar komust Fjölnisstúlkur yfir en IA náði að jafna, en aftur á móti heimaleikurinn þar á undan 1-0 yfir gegn Tindastóli, einum fleiri, gott eða var ekki bara á 88. mínútu sem að þeir jafna og skora síðan á 95. mínútu. Sigurmar. Já, þetta er svona típist með unglið og reynslu leysi algjört í raun og veru. Þannig lagað, það eru vissulega leikmenn sem að spila nokkuð tímabili, það er ekki margir. Þannig að þetta getur gerst og
þetta eins og síðasti leikur, það sérstaklega dýrkeypt út af það er leikur Grindavík sem í botnbaráttu með okkur unnið það, þá hefur við fengið smá og ef segjum þennan leik líka ég hef lifsir í 6. sæti með sigri þar, en hér sjáum við síðustu 5 leiki og það er ekki beisin niðurstaða þarna. Samt sem áður, bestu úrslitin í sumar komu í þar síðasta leik þegar Augnablik gerði jafntefli við Augnablik og fengu þar að leiðandi sitt fyrsta stig og eins og við komum inn á áðan þá hafa einungis skorað 3 mörk og markatalan er -53 mörk og þetta er alveg stjartfræðilegt og í rauninni ekki til útflutnings og þær eru ekki með fullan hóp hér, en við skulum kíkja á byrjunarliðin. Nei, við skulum núna kíkja rétt sem snöggvast á mörkin og svona helstu atvik úr þessum leik í Grindavík. Fyrst frábært mark frá Sigrúnu úr aukaspyrnu. Þetta er bara eitt af mörkum sumarsins. Algjörlega, og kemur þeim hann í 1-0 á 21. mínútu. Þökkum Snorra Kristlefsinni kærlega fyrir að klippa þetta til fyrir okkur og Sigurði Arnari fyrir að senda okkur myndefnið. Hér sem Bryndís Rún sem bætir við á 30. mínútu með fínu marki. Mjög flott mark líka. Og það var síðan í upphafi síðari hálfleiks sem að Fríða Halldórsdóttir skorar líka mjög lekkart mark eftir eigin hornspyrnu. Lyftir hún hann í fjærhornið. Síðan fækkaði í Grindavíkurliðinu. Og fyrir leikaraskap, ég er búinn að horfa á þetta nokkru sinnum og mér finnst þetta rosalega grimmt seinna gula. Já, en það er samt ómögulegt fyrir okkur að sjá þessum myndum, en það er alveg rétt, þetta er svolítið skrítið, sko. Já. En þá, og hérna á loka mínútunum, 87. held ég að sé, 84. er sem fyrsta markið. Þarna sjáum við að varnarleikurinn er svolítið, vörnin er allt og tætt þarna á þessum tímapunkti og þarna er þetta reynsluleysi sem þú varst að tala um áðan. Þær eru yfir, þær eru að verja forskot, samt eru þessi svæði og síðan þessar blessuðu hornspyrnur eins og á móti Tindastóli sem eru banabitin. Þetta er náttúrulega, þetta er bara erfitt að kyngja þessu held ég, sko, og þurfa að halda áfram, sko, en það þurfa að gera það hér í dag. Og þó svo, nú erum við búin að tala um og ég er búin að nefna að það er -53 markatalan og hvernig sem það er, þá gerði það samt sem áður 0-0 jafntefli við Augnablik. Þessi leikur er ekkert unnin á hann og það má ekki gleyma því að það þarf að mæta fullum krafti eða þetta er ekki slíkt að þetta er ekki Snæfell í fjórðildinni, sko. Þetta 2011 eða hvað það var. Kíkjum snöggvast á byrjunarlið Skagans. Í markinu er Anita Ólafsdóttir, númer 12. Róberta Lilja, Dagný, Eva María og Lilja Björg eru þarna í vinstri, Lilja Björgin í vinstri bakgrunum, ung og efnileg stelpa. Sigrún Eva, Fríða og Bryndís Rún á miðjunni og köntunum er það María Björk og Erla Karitas og síðan er Eyrún Eiðsdóttir. Eyrún og Anita voru ekki ekki leikmannahópnum þegar þessi grafík var til. Eyrún var ekki búin að spila í nokkuð tímabil með Skaganum. Hún var búin að vera í löngu hléi. Og hún er frábær leikmaður og var mjög efnileg og spilaði úlingalandsleiki og það er mikill fengur fyrir Skagastelpur að fá hana. Og sérstaklega það munar rosalega bara hvern leikmann sem er eldri en 20 í liði sem er með svona lágan meðalaldur. Að fá reynslu og gæði í sama leikmanninu, en náttúrulega vonandi kemur hún til með að svona jafnvel að gefa þeim hennan herslumun á síðustu metrunum. Fyrsti byrjunarliðsleikurinn, hún er búin að koma inn á í 2 leikjum, en þetta er fyrsti og nú man ég ekki hvenær hún spilaði, hvort það var 2016-17. Töluvert langt síðan. Og síðan líka eitt, það er fyrsti heimaleikur Unnars sem þjálfari Skagaliðsins. Akkurat. Hann tók nýverið við og er búin að stýra liðinu á móti Grindavík og er hérna. Já. Með honum og Aron Ýmir. Já, og við skulum kíkja á byrjunlið hjá IR. Í markinu nummer 13 er Auður Sólrún Ólafsdóttir, nummer 2 er Elisabeth Lilja Ísleifsdóttir, nummer 3 Irma Gunnarsdóttir, nummer 5 Álfheiður Bjarnadóttir, nummer 6 Sara Rós Sveinsdóttir, nummer 9 Harpa Hlíf Guðjónsdóttir, nummer 10 Sigrún Erla Lárusdóttir, nummer 11 fyrirliðin Andrea Katrín Ólafsdóttir, nummer 16 Anna Bára Másdóttir, nummer 18 Bjarkey Líf Halldórsdóttir og nummer 23 Linda Esjún. Varamannabekkirnir hjá báðum liðum, skoðum Skagan fyrst. María Mist, varamarkmaður Ásta María, Klara Kristvins, Selma Dögg, Anna Þóra, Erna Björt og Ylva Laxdal
og hinum megin fáskipaður bekkur Íringa Eva Ír varamarkmaður nummer 1, síðan Viktoría Sól Birgisdóttir, Tara Kristín Kjartansdóttir og Marta Kvental. Nú förum við að bíða eftir því að leikmenn komi inn á völlinn og það er nú kannski verðt að minnast á það að það eru 5 leikir í inkassadeild kvenna í dag. Fjölnir og Tindastóll hófst klukkan 6. Það var staðan 0-0 í hálfleik og enn. En ég ætla að fá að gefa þér orðið, ég ætla aðeins að... og við ætlum að hvetja líka fólk til þess að mæta hér. Það er engin ensk úrvalsdeild sem er að trufla núna og það er eins og staðan núna þetta uppi mæting og við hvetjum fólk til þess að þó þessi smá vindur að fara á völlin. Það er mikið skemmtilegra. Akkurat, þú tekur við Björn. Já. Þá fara nú leikmenn senna ganginn á völlin. Hann hefst nú líklega ekki alveg á slæginu hvort í virðist vera leikurinn. En svona, þeir sem dæma þennan leik, svo við komum nú inn á það líka, þá eru það þeir aðaldómari leiksins er Óli Njáll Ingólfsson sem hefur nú verið aðstoðardómari held ég lengi vel og með honum eru Rögnvaldur Þ. Höskuldsson og Jovana Ladovic. En hér eru liðin komin inn á völlin. Stelpur yngri flokkum hía sem leiða Gagunur inn á. Jæja, ég er Ingar. Gjörðu svo vel. Gangi vel. Gangi vel. Velkomin. Gangi vel. Það er svolítið rók á Akranesi og vill gott verða ef að blæs aðeins þá er háðarók hér á Akranesvelli. Gangi vel. Það er fyrir núna, það er svona norðan strekkingur kaldur og á eflaust eftir að hafa talsverð áhrif á leikinn með við fánana sem blakta hér við völlin. Það má búast við því að það verði kannski... Ég heit Óli. Já, Andrea. Bryndís. Andrea. Jóhannes. Það verður svona erfitt að hluta bóta. Andrea, þú ert gestur hér í dag. FIFA, Fair Play, hvað Ég tek Fair Play. Tekur Fair Play. Mafía vinnur alltaf. Já, alltaf. Annars Skæin, þú mátt velja bolta eða helming. Já, við ætlum bara að byrja hérna. Þið byrjið hérna og þið byrjið bolta. Boltan, já. Ok, gangi vel til mig. Gangi vel. Og tilbaka. Gangi vel. Gangi vel. Klárum við það bara Mengin áður. var ekkert að velja með að spila með eða móti vindi held ég. Þetta sé nú bara hérna þvert á völlin. Þetta ekki sammála því? Strekkingur? Jú, það er svolítill strekkingur núna, en við erum ansi góðu vanir og góðu vönir á Akranesi núna í sumar. Já, maður svona, en það var kannski hægt að fara svona, það þarf ekki alveg að vera í ökla eða eira sko, það má nú, haustlæðin þarf ekki að koma að beinta eftir 18 gráðunum sko, það er eitthvað millivegur, en það er nú sjaldnast í viðfarinu á Íslandi. Virðast ætla að vera ansi snörp skipti. Já, það virðist vera, það er alveg verst að við að, já, hvað er kalt, en hér er leikurinn farin á stað og það eru IR-stúlkur sem hefja leik, það er mistu boltan hérna og Eyrún flikkar þessu á Erlu. Ja, það er innkast. Já, við vorum að óska eftir því að IA-liðið myndi koma af krafti inn í þennan leik. Já, það væri gott að hérna, hefja leik sterkt sko. En talandum reynsluleysi, ef ég má koma því að þá er eitt af því sem að þú færð með reynslunum, það er einmitt að læra að spila leiki þar sem að í rauninni allir ætlast til þess að þú vinnir þá. Já. Það er svo auðvelt að halda að þetta gerist að sjálfu sér. Og það getur farið í hausinn á yngri leikmönnum sko, að það þarna er farið af krafti
í Lilju. Já, Lilja Björg, ég held að þetta gæti verið þennar fyrsti byrjunarsleikur nema hann hafi verið í Grindavík. Já, aðeins 16 ára gömul. Og Eyrún hér út á kantinum, en boltinn unninn henni. Það sem hún ansi fim og snögg, hún Eyrún hana frammi, þannig getur verið erfitt að eiga hana. Og hér Eyrún einar sendingu þarna, hún svolítið erfið. Já, hún ætlaði sér kannski að þetta var full þröngt. Já, en ágætis hugmynd samt sem áður. Breiðabliksstúlkur spiluðu fyrir í dag í meistaradeildinni og unnu lið frá Sarajevo. Já, unnu sinn riðil með 9 stig. Já, og það velgengni íslenska kvennaliða í meistaradeildinni hefur verið bara mjög gott undanfarin ár. Það er ekki það sama að segja kannski gallamegin, en það er mjög ánægilegt að sjá hvað hefur gengið vel þar. Þarna er vindurinn að segja til sín. Já, hliðavindurinn. Hann er bara akkurat í þessa átt. Hann aðeins byrja að tínast hérna á völlinn, áhorfendur, og við erum ánægðir með það og hvetjum enn og aftur fólk til þess að koma. En það var að Skagastúlkur sem hefja sókn. Róberta Lilja hér í hægri bakverðinum. Og hérna er langur fram, Eyrún eldir þennan en hann er allt of langur. Það er svolítið aldursmunur á markvörðum liðana í kvöld. Ekki það að hún Auður í marki IR sé gömul, en þá er hún orðin 33 ára og hún er aðeins 16 ára. Hún Anita í marki Skagamanna. Já, má ég segja, hún hlaut nú sína eldskýrt þegar Tori Ornella þurfti að yfirgefa félagið. Já, og það náttúrulega var ansi mikil blóðtaka fyrir Skagastúlkur því Tori var einn af betri markvörðum Íslands, vil ég meina. Já, og búinn að vera það undanfarin ár. Já, og algjörlega frábær leikmaður. Og síðan alltaf nánast á sama tímapunkti fer Ólöf Sigríður í Val. Já, og það slík skipti skilum, það er náttúrulega IA hefur ekkert með það að gera. Nei. En Valsmenn kalla hana inn til þess, hérna eru Skagastúlkur komnar. Það er Sigrún, þetta var nú, hún gefst ekki framhjá IR-ingum hana. Hér er komin myndarleg stuðningsmannasveit hjá Skaganum og lætur vilja sig heyra, það er ánægjulegt. En maður skilur einmitt ekki hvað vakir fyrir Valsmönnum þar. Ólöf bara búinn að spila feiki vel, er að fá flotta reynslu í innkastdeildinni. Margar mínútur, alveg óteljandi mínútur sko. En þeir kalla hana til þess að vera bara, ég veit ekki, strækir númer hvað sko. Nei, þeir töluðu sko, rökstuðningurum var að hún ætti að leysa Bergdísi Fanney af sem var að fara í nám. Og hún hafði líka mjög lítið hlutverk, hún var búin að hafa mjög lítið hlutverk hjá Val. Og þarna, ég er búinn að koma inn á þetta hérna áður í útsendingum hjá okkur, að það er bara klárt virðist vera að lið eins og Valur, eins og mögulega, ég veit ekki, með Breiðablik og fleiri sem stærri lið, þau er ekki að hugsa endilega hagsmuni leikmanna og allra síst. Og sem maður hefði haldið að hagsmuni leikmanna og liðsins ætti að fara saman til lengri tíma. Ég hefði haldið að það væri betra fyrir Val og Ólöfu að hún fengi reynslu hér og kæmi tilbaka eftir 2 ár til Vals, en hér kemur aukaspyrnan á Sigrúnu. Og þetta er hættulegu bolti, en það verður ekkert úr þessu og það Róberta skallar þetta
Áfram á Bryndísi. Fín pressa þarna á Erlu. Já, ég var stattur á leik Vals og HK Víkings í Pepsi-deild kvenna daginn. Já. Það sem Ólöf kom einmitt inn á eftir þegar korter eru eftir leiknum í sko steindauðum leik út að ég held að staðan hefur verið 6-0 þegar hún kom inn á. Já. Ég held að slíkar mínútur mun hún kannski fá en því miður, hún var ekki þegar það fyrir að þetta er vel gert hjá Eyrúnu. Og Kaja dæmd rángstæð þarna en Tæpt stóða held ég. frábær sending þarna, frábær hugsun hjá Eyrúnu. En já, þegar það fyrir að koma inn í leiki sem skipta máli núna þegar Valsmenn eru að keppa Íslandsmeistaratitilinn þá held ég að hún sé ekki inn í myndinni. Nei, ég held að það sé bara raunsætt mat. Já. Og hérna en blóðugt, bæði fyrir hana og fyrir hérna og síðan eru við með Guðrúnu Karitas á bekknum. Já, einmitt. Sko, hérna Ég heyrði nú þá sögu að Guðrún Karitas hefði viljað fá að komast einmitt akkurat í gagnstæð áttið Ólöfu á svipuðum tímapunkti. Já, en fékk ekki. Nei, það er einhvern veginn merkilegt hvað Guðrún fær lítið að spila hjá Val núna og ekki líka á Stjörnunni út að hún allavega þegar hún spilaði hér á Skaganum hefur sjaldan séð önnur en skeiði. Já, akkurat. Það er Lilja sem tekur þetta hingast á Eyrúnu og Eyrún þarna er Sigrún nei, Eyrún reynir að þetta er góð sending. Þarna er kross sem var nú ansi hár og þar á auki var þetta rangstæða dæmt en það þurfti svo sem ekki að dæma hana og þetta fór í Þetta var auðveldur bolti fyrir Auði í markinu. Já. En svona hérna á fyrstu mínútunum hérna er hún vist bara þægilegt að vera með boltan, hún er yfir og er að bara senda fína sendingar. Já, koma. Nýjeringar og það er hornspyrna dæmd væntanlega. Já, fyrsta hornspyrnan í leiknum og það er Íringar sem að fá hana. Þetta er svona atriði fyrir lið í þessari stöðu. Þetta er náttúrulega akkurat það sem að þessi lið þrífast á. Þetta er hættulegt. Hún snýr. Ágætlega varið hjá Anitu þarna. Það var Linda sem var með þetta skot. Þetta var bara stórhættulegt. Já. Og bara held ég beint á æfingarsvæðinu með að við svona. Já, þetta var áhugavert horn. Bara jarðarbolti, hún vissi alveg að hann var að koma þarna. Já, hún hljóp allan á mótunum og Sigurður Þórsson, greinilega refur í þessu, þjálfari Íringa, eins og svo mörg öðru. Skagastúlkum hefur gengið mjög illa að verjast hotspinnum núna í undanförnum leikjum. Já, og það vistu einmitt þriðja marki sem Grindavík skoraði, það var eins og við sáum aðan. Bæði mörkin móti Tindasól. Þannig að það er rosalega pirrandi að fá mörk úr sig hornspinnum, sko. Já, það er alveg rétt. Nú eru 4 leikir hafnir í Inkasso-deild hvernig. Já, fín sending hérna, Sigrún. Það er Marja Björk. Já, Marja. Við þurfum að leggja hann tilbaka. Ágætis tilraun svo sem. En hjá Fríðu, en hann var ekki nógu fastur. Marja Björk Ómarsdóttir er eina af þessum leikmanni sem hafa fengið svolítið meira traust eftir að nýjir þjálfarar tóku við liðinu. Já. Við sjáum það að Íringar eru ekki
beittir og þær eru ekki margar, þær hafa verið að losa þennan bolta fram, þar er enginn til að taka við honum. Þeirra markmið væntanlega í öllum leikjum er fyrst og síðast að reyna að halda hreinu. Já, Staðan sem þeir eru í en náttúrulega býður ekki, það þarf einhvers staðar að byrja. algjörlega. En í að þarf sigur í þessum leik, það er nokkuð ljóst. Já. Já, það er verið að reyma hjá Anitu í markinu. Já, þessi markmannshanskar, þeir... Já, þetta er ekki það að hún sé svona ung. Nei, Þetta er að því að hún er með hanska. Þetta leikurinn haldið áfram. Það er ekki eitthvað heitt á vellinum, það er bæði Sigrún og Erla Garðars fóru úr hönskunum hérna. Já, Þetta er millibili. það er greinilega hlýrra heldur en Já, lýra maður. menn byggust við, eða konur. En sjáum að sólin er orðin ansi látt á lofti. Já, ég spyr nú bara, er ekki svolítið tæft að spila á þessum tíma? Ég hef einmitt verið að hugsa nákvæmlega sama. Mér hefur fannst einhvern veginn eins og allavega á þessum óupplýstu völlum að þegar það væri komið fram í ágúst og þá væri leiktímum flýtt. Já, ég var á leik líka KH og Skallagríms á Hlíðarenda sem byrjaði á 19:15 á föstudaginn. Þá var bara, það mátti varla spila mínútu, það var bara, sólin var komin sko. Já, Bara niður eiginlega sko, Já, við loka flaut. það sér það líka bara að ef það, nú er reyndar bjart, það munar nú tölvört um það, en ef það er skýjað þá er orðið ansi rökkvað undir lok leiks. Það þarf líka sko, Skagastólkur þurfa að vinna leik bara upp á geðheilsu skagamanna sko. Þetta er búið að vera ansi erfiðar vikur. Bæði sko, það er hérna mistinu síðasta leik, jafntefli, karlaliði búið að tapa tveimur síðustu leikjum. Kári tapaði mútið Fjarðabyggð. Þetta er vel gert. En skoti á Sigrúnu beint á auði í markinu. Sjá hvað Eyrún er mikið í því að skapa fyrir þær sem er í kringum hana. Hún er mjög öflug á boltan. Ég man eftir henni þegar hún áður en hún fór í þetta frí sitt að þá var hún nú iðulega að spila í vörninni. Já, þetta var svona ímist, hún er sko bæði hafsend og framherji. Já. Það er svolítið merkilegt. En með hæfileikaríka fótboltamenn þá geta þeir spila nánast hvar sem er. Ég held að hún getur spila hvar sem er á vellinu. Já. En það hefur náttúrulega vantað hjá í að halda betur í þessar eldri leikmenn. Já, klárlega. Og tökum það skýrt fram að eldri leikmenn þýðir ekki það sama í kvennaboltanum og karlaboltanum. Nei, það er það er oft bara það búið að búa til raun og veru. Herðu nú mig. Glæsilega gert hjá Bryndísi þarna, það er ekki í skotinu. Fín vörn þarna. Það hefur verið, það hefur oft verið bara, þegar komin Kjarni sem er orðin rúmlega 20 þá svona kvarnast úr honum og það þarf að fara að búa til nýtt lið og það er rosalega erfitt. Já, maður velst því fyrir sér hver ástæðan fyrir þessu er. Það, þú veist, menn þurftu allir í rauninni að líta bara í sinn eigin barm, hvort sem að það eru leikmennir eða hvort það er þjálfunin, hvort það er félagið, hvort það er umgjörðin, skilurðu að menn þurftu að fara bara í alvarlega naflaskoðuna þegar hér eru við með ungt efnilegt lið, margar ungar efnilega stelpur 2002-2003, jafnvel yngri. Já, það er að sko þetta kom ekki til með að henda líka með þennan hóp. Nei, ég svo ég auglýsi sjálfa mig þá Laufey Sigurðardóttir var svona, já, hún sagði sína skoðun svolítið hvernig, hvað gerist í kvennaboltanum á Akranesi.
Já. Hvernig þróunin Í nýjasta þætti Skagar sem þetta er einstaklega áhugavert viðtal sem ég hvet alla til þess að hlusta á ef þeir ekki búin að því nú þegar. Já, hún sagði sína skoðun þar sem eflaust ekki allir eru sammála en einhverjir kannski. Hér kemur sendingin inn á teginn. Henni Lilja. Já, þetta var bara ágætis tilraun en framhjá. Já, þetta ég hjó einmitt eftir því og þegar hún rifjaði þetta viðhorf sem var að þegar það var að leggja niður kvennastarf hvort sem var hjá KSÍ eða hjá IA að þetta bara kostaði mikið og mikið vesen og einhvern veginn en sem betur fer held ég nú að þessi viðhorf eru nú hljóta nú að vera farin úr boltanum. Ég neita að trúa því en ekki hjá brasilíska liðinu Santos. Nei. Var ekki þeir sem lögðu niður hvenna til þess að vinni það? Það hefur verið eitthvað tengslega við... En nú hefur maður einmitt séð til dæmis á Bretlandseyjum lið sem hafa ekki verið með kvennalið eins og til dæmis Manchester United. Þeir eru með þessi 2 eða 3 ára gamalt kvennastarfi hjá þeim. Þannig að þetta kvennaboltinn í sókn. Hröð breyting í Bretlandi sko. Og ekki síst eins og Laufey kom einmitt inn á líka með HM í sumar. HM 2019, HM kvenna. Áhuginn gífurlega mikill. Algjörlega. Og sem alltaf hjálpar eins og hún Rapinoe að vekja einmitt athygli á svona þáttum eins og jafnrétti í íþróttum. Algjörlega. Gengur ekki nógu vel að komast í gegnum vörnina. Var fínt að keyra aðeins á. Það María nær þessum. Það hornspyrna. Held ég að sé alveg klárt. Já. Línunum var eitthvað rosa óviss með að þetta var hérna beint við framan hann. Það Sigrún Eva. Sem skoraði stórkostlegt mark í Grindavík. Já. Og þetta fínn bolti. Hann dettur hérna inn í teiknum en það ekki stúlkur. Sýndist að vera Fríða Halldórs sem var við það að komast í boltan og skallan á markinu. Þeim liggur ekkert á að flengja honum aftur fram. Já, það innkast. Já, og Irma Gunnþórsdóttir sem kom boltanum hérna út fyrir. Þetta fínt bolti og áhugaverð tilraun hjá Eyrúnu hérna. Reyndi þarna skalla aftur fyrir sig en það gekk ekki. Þetta nú, já. Þá það markmaðurinn hættur að sparka út. Já. Og Andrea Katrín þannig að gera það. Já, það gengur erfilega hjá Ýringum að halda boltanum. Ég átti smá spjall við Sigurð þjálfara þeirra. Hann kvartaði mitt undan því líka að það voru einhverjar 2-3 sem voru, náðu sér í kvefpest á Ed Sheeran tónleikunum síðustu helgi. Þar var töluvert kaldara heldur en margir höfðu gert sér grein fyrir og klæddu sig ekki eftir veðri. Það ansi óskynsamlegt og óþolandi væntanlega fyrir þjálfarann. Já, ég geri fastlega ráð fyrir því en ég sem betur fer rétt mista þessum tónleikum svona af heilsufarsástæðum þó ég hef verið ansi svektur með það á sín tíma. Já. En mikill aðdáandi. Já. Þetta hættulegur leikur sem Ýringar eru að spila hérna. Linda missir boltann inn í teiknum og það Erla Garda sem kemur fína boltinn fyrir hann beint í hendurnar á Auði. Þetta var glannalegt hjá Ýringum. Já, ég held að hann ætlaði bara að láta hann fara aftur fyrir og gefa hornið í rauninni. Það komið mark á Fjölnisvelli.
Tindastólskonur komast yfir 1-0 á 80. mínútu. Við fögnum því. Já, við fögnum því óspart. Tindastóll reynir veikum mætti að elta FH og Þrótt sem við pældum ekkert í toppsætunum áðan, en það verðist nú vera Þróttur Reykjavík og FH séu nánast komnar upp í Pepsi Max deildina að ári. Efstar jafnar þar með 30 stig eins og stendur núna. Já, það en bara hrósa Tindastólsliðinu fyrir bara, það greinlega öflugt starf þar í gangi í kvennamegin núna, en ekki karlamegin. Já, en Tindastóll hefur ekki verið að gera neitt allt of vel í innkassodeildinni undanfarin ár. Nei, en í ár hins vegar. En algjörlega, og það bara að fagna því að það greinilega framfærir í gangi þar. Ágætis vörn hjá Róbertu þarna. Það var að Bryndís nær þessu bolta. Það spurning hvort það væri ekki forvitnilegt að sjá hvernig varnarmönnum ég ætla að koma þar akkurat með það, að sjá einn langan þegar þær færa sig svona framalega, að reyna að koma sendingu inn fyrir þær og sjá hvort þær hafa það í kaphlaupi. Fríða mikil baráttu í henni alltaf á miðinni. Það breytist ekki. Það breytist ekki. Sending. Þetta fínn bolti en Linda nær að koma þessu burtu. Já, hún virtist nú nokkuð óviss þarna í sinni sök, varnarmaðurinn, hvert hún ætlaði að reynsa þessum bolta, en út af sett hún hann. Já. Það var að vinna á Eyrún, á Fríðu, á Lilju. Hún kemur framhjá nei, missar boltan út af. Bryndís á Eyrúnu, aftur á Bryndísi og þetta bara skot, en það rétt framhjá, fínt spil hjá Skagastúlkum þarna. Já, við sáum að þetta var ekki langt framhjá. Nei, alls ekki. Sjónarhornið hjá okkur mjög gott. En svona, Skagakonum hefur ekki gengið á þessum fyrstu 24 mínútum svo sem að skapa sér dauða færi. Nei, það er bara alveg rétt og raun og veru hefur þessi leikur verið svona frekar tíðindalítill fram til þessa. Þetta er svolítið hættulegt einmitt þarna sparkar Andrea varnarmaður ÍR-inga út. Eyrún alveg svolítið inn fyrir varnarlínuna, hún er náttúrulega aldrei rangstæð. Aftasti leikmaður er allt annað stöðu. Ef var þetta að ná þessum fyrsta bolta og koma hún vinna á Eyrúnu, það var nú heldur þægilegt. Við fögnum óspart þessum stuðningi sem að stelpunnar að fá í kvöld. Þetta er algjörlega til fyrirmyndar. En vissulega væri ég til í að sjá fleiri hérna í brekkunni og stúkunni. Já, en já, klálega. En það er samt ansi kalt og ég ætla líka að hrósa þeim sem eru mættir. Já, algjörlega. Maður gleymir því stundum. Maður er ofta að einblína á það sem mætti ekki. Já, en við hefum líka rósa þeim sem er að horfa fyrir að sýna þessu áhuga. Við erum þakklátir fyrir það. Bryndís með sendingu hérna yfir. Þetta er ekki vel gert í vörninni á ÍR-ingum. Og það er Eyrún sem... Nei, þetta var... Hún reynir hérna hælspyrnu sem gekk enga veginn. Og Lilja með langan inn fyrir bara. Nei, ÍR-ingar ná ekki að tengja saman sendingar hér mikið á miðsvæðinu.
Róbert að bregða sér aðeins fram, ég held að hún mætti alveg gera meira að því og þær báða bakverðinir, þær held að geta alveg leyft sér að taka smá sénsa í utan á hlaupum. Já. Þetta er nú fín spilna hjá henni. Já. Fríða. Það vildi skaða menn fá hendi en sátt svo sem ekki. Og já. Aðstæður eru erfiðar en ég væri til í að sjá að hérna það væri hægt að ná upp svona ágætis kafla. Þarna fer Eyrún niður en ekkert dæmt. Þannig setur boltan niður á Hanitu. Það er ekkert verið að setja einhverja óþarfa pressu á hana. En þarna sendir Anita á. Þetta er ágætlega gert, nei. Írringar eiga þetta innkast. Já, þarna, hérna koma Írringar. Og langur bolti fram sem Dani skallar. Og þetta er erfitt. Já, þetta er erfitt og hérna. En þá markalaust hérna eftir tæpar 30 mínútur. Og ekkert sem hefur svona bendið þess að leikurinn ætti að standa einhvern veginn öðruvísi en svo. Nei, það er ekki nema þessi svona örlítið meiri nákvæmni í þessum skottilraunum sem maður hafa átt. Sem að myndi gera gæfumuninn fyrir IA. En þá markalaust. Þetta er alveg pjúra hendi, já. Það var flyttað. Það er ennþá markalaust í Kasperkrika sem FH tekur á móti Grindavík. Við myndum nú vilja sjá FH mark þar. Já, við höldum með FH þar. Afturhelding og Haukar, leikur sem skiptir litlu máli fyrir okkur hér. Það er staðan 0-0 eftir 31 mínútu en Augnablik tekur síðan á móti Þróttir og Reykjavík klukkan 8. Og vilja hérna uppkantinn. Þetta er bara innkast sem Írringar eiga. vel gert hjá Bryndísi þarna. Mjög. En þessi sending þetta er of brátt. Já, þetta er svolítið hvatvísi í þessu. Þetta hefur gengið ágætlega þegar þeir hafa reynd að spila sig í gegn eins og þegar Eyrún hefur fengið boltann og bara þær hafa náð að stinga inn og það er ekki eins og Írringar séu það þéttir aftur tilbaka. Nei. Að það sé ekki hægt að spila í gegn það. Hérna fínt og hérna er kanturinn alveg laus. Þetta er betra. Þetta er flott. Þetta er miklu betra. Róbert að fara í skoti hérna. En þetta er bara, núna þurfa Skagafellstelpur svolítið að reyna að fara að byggja upp sókn og hérna. Þetta er auðvelt fyrir Auði í markinu. Þetta er rosalega þægilegt fyrir Írringa að verjast þessu. Ég er vissum að Sigurður þjálfari er sáttur með að einu færin sem þeir gefa á sér er þessi langskott. Já, algjörlega. Þetta er vel gert hjá Sigrún Erlu, en já, þetta er bara flott líka. Þá koma Skagafellstelpur
aftur, er er bara þetta langur. of snemma. Já, þetta er bara allt og snemma. Með að gefa sem betri tíma að komast Já. nær vítategnum. Að reyna við sókninni í það minnsta. Já, Og hérna er ágætis spil hjá íringum. En í yngasti. já, vel stíð út þarna hjá Lilju. Já. Sá við Unnar, Já, Þjálfara. Já, kom inn á fyrsti heimileikurinn. já, annan þjálfara, já. Já, þetta er búið að vera róstursamt sumar hjá kvennaboltanum. Já. Byrjuðu nokkuð vel Já, unnu FH hérna í fyrsta leika ekki, ef Jú. ég man rétt. Já. og hérna, já, unnu Sem er á toppnum. Já, unnu FH í byggarnum síðan á útivelli. Já. Og, Já, þetta lofaði bara mjög góðu. já, En síðan er þetta svo sem þetta er vel, nei, þetta er ég aðeins býti svo nú við. langt. Þetta er aðeins svo langt. En þetta er svo sem eðlilegt að það sé svona smá kannski vandræði þótt að maður vilja vera aðeins minni út af þetta eins og Helena kom inn á í vitali sem við tókum við hann fyrir fyrsta leik. Það er eins og það var að spáða með eitthvað í topparatu. Það er ekki raunhæft þegar liðið er svona rosalega ungt. Nei. Það fyrir hann bara aðeins smá tíma til þess að mótast sem leikmenn og hérna. Já, en eins með blóðtökurna sem að liði varð fyrir bara milli tímabila núna frá því fyrra. Þar að auki. Þar að auki Unnur og Bergdís Fanny Og Maren, Heiðrún. líka algjörlega. Og því miður hef ég heyrt það að mögulega verði Heiðrún sennilega bara alfarið að leggja skóna á hilluna vegna ítrekkara höfuðhögga Já. sem hann hefur fengið. Það er náttúrulega, já, bara sorglegt. Já, það er mikil blóðtaka bara fyrir kvennaboltan hér. Við óskum henni að sjálfsögðu allsins besta í fremtíðinni. Þetta er vel gert, hérna komast þær. Já, Andrea náði þarna að koma boltanum frá. Lykil skalli hjá henni þarna. Eyrún losnar þarna. Þetta er ágætt. Já, bara markina. Já, það verður eitthvað að fara að gerast í þessum leik. Það er svo nóg eftir en breytir því ekki að leiklokið hjá Fjölni og Tindastóli með sigri Tindastóls. 1-0, já. Það er eins og við sögðum á hann, það eru gleði tíðindi fyrir okkur. Hvert tapasteg hjá Fjölni vinnur með okkur. En að sjálfsögðu viljum við náttúrulega að Eyjaliðið komi sér í þá stöðu að þurfa ekki að treysta á að Fjölnir misti í sig en frekar. Nei, þetta á náttúrulega bara, við eigum náttúrulega bara að vera, við eigum bara einbytta okkur að okkur sjálfum. Það er alltaf best að hafa það þannig. Það er það. Það ætlar að leyfa að Lilja að fara ansi langt með boltan. Þetta voru alveg góðið 10 metrar. Eyrún fær ekki aukaspyrnu. Já, Eyrún búinn að fara nokkur svona niður og aldrei fengið neitt fyrir sinn snúð. Virðist vera orðin svolítið pirruð á því. Lá henni hver sem vill. Það er ábyggilega, það er erfitt að vera endalaust að fara í grassið og þurfa að rífa sig upp trekk í trekk. Sérstaklega ef henni finnst vera brotið þessu. Já, vel gert þarna Sigrúnu. Kemur inn á, já, Vel þetta er spilað. flott. Það vantaði betri möguleika Já, Maríu. Smá miskilningur hann að milli Eyrúnar og Sigrúnar. Það er nokkuð há tíðni svona rúna í liðinu. Ég var nú bara rétt að gera mig grein fyrir því. já, Eyrún og Sigrún og Bryndís Rún. já. Þetta er, ég veit ekki hvort það er til einhver tölfræði svona en skemmtilega punktur. Þetta vill oft verða sko, þetta er flott. Og Eyrún tekur frákastið.
Nei, Linda gerir þetta virkilega vel. gerir það. Það er svona oft svona ákveðin svona stef sem sjást á ákveðnum atriði. Menn á mínum atriði heita oft Sindri Snær. Já. Róberta, enn einu sinni, þetta er of snemmt. Eyrún ein í teignum á móti 3 hérna. Við erum aðeins meiri ró. Nei, þetta er bara hárrétt í dómarunum. Þetta er eins og bortennis núna hérna. Fríða bara fyrir skotið. En 1 langskotið. Já, enn sem komið er svona nokkuð að greinilegur botnbragur á Já, þessum leik. alveg klálega. Þó að ég hafi nú þó verið svona skörin að herra hvað það varðar. Já, en Það var sko... meira með boltan en það ná ekki að finna lausnir á. En ég held bara, veist, í raun og veru ég er að spila hana leik betur. Einu færin sem og það sem við erum að gera eru þessi langskot og það er örugglega bara nákvæmlega það sem þær vilja. Og hérna, þannig að það er spurning, sko, það er ekki alltaf, maður er ekki alltaf að spila betur þó maður, Og maður sé með boltan. þó maður sem er boltan, sko. Hárrétt. Góður varnarleikur er líka góður fótbolti. Og þá er það Marja. Þetta er ágætlega gert. Það ná að bjarga þessu í markspinnu. Nei, það var, ég held að þetta að vera hortspinna. Hún fór í hana sem var fyrir aftan, enda sparka hún boltanum strax upp í hortfóna, stelpan sem hérna. Það er markspinna dæmd. Já. Það er nú bara þannig. Það er ekki mikið að mörkum í innkastdeildinni núna. Ég hvort að kuldinn fer svona í fólk. Það er ekki. Skynsamlega gert í Maríu hérna. Þetta er bara svolítið erfið sending upp í vindinn. En það er halda boltanum. Og hérna er alveg svolítið svæðið fyrir Lilju. Þetta er flott sending hjá henni á Eyrúnu. En þetta er ekki réttu dómur. Ég trúi því ekki. Hún virtist koma úr djúpinu þarna en rangstæða dæmt. Já. Hann eflaust sé þetta betur en við en hún virtist ekki rangstæð. Jovana Vladovic algjörlega viss í sinni sök. Það er of sjaldgætt að við sjáum kvendómara á kvennaleikjunum hérna. Já, og kallaleikjunum svo sem líka. Já, bara mjög sjaldgæft. Þetta er vel gert. Þetta er alls ekki rétti dómur en þann stendur samt sem áður. Já. Við sitjum hérna beint fyrir framan þetta og ég get alveg sagt að þetta var bara langt í frá að vera rangstæða. Já, ég er sammála því. En flaggi fór upp. Já, það fór upp. Ekkert við því að segja. Nei. Og þá er eitthvað bara svolítið darradans, en Eyrún enda með boltan, vel gert hjá henni og Sigrún setur hann hérna yfir á Erlu Kardas og hún kemur hún ekki fyrir. Þetta er hæpvarnarvinna þarna. Já. Og ágætis sending og hérna Marja aðeins og sein inn þarna. Þetta var sennilega besta fyrirgjöfin hingað til. Já, hún var hættuleg. Það eru 5 mínútur tæpar eftir af... Það var einhver að benda á það daginn með báðvanginn, sko. Já.
annar þjálfari má bara vera þar eða ekki? Já, hann má einn standa. Nú standaði báðir við hlýjalínuna. Eða hvort það tveir með að standa en einn má kalla. Það er allan jafn mikið læti í þeim. Já. En ég veit ekki, kannski bara þetta svona eins og með 6 sekúndna regluna með markmannina, kannski bara ekkert farið eftir þessu. Nei, mann hefur virst að sko að mennum er leyft þetta á meðan þeir eru kurteisir. En dómar gera athugasemdir við þetta þegar að mótmælin verða of hávær. Þetta er svona ölfun og almanna færi regla. Já. Hún er gripið til hana þegar menn eru búin að skýta á sig. Já, það má orða það þannig. Erla Karitas fær ekki aukaspyrnu hérna. Þá koma Ýringar. Komast ekki langt. En það er ekki í vandræði með þetta, vörnin hjá IA. Já, þetta er... Já, Aron vill spil. Já, núna er svona ágætis spil. Og Róbert að vera þarna framhjá einn í stelpunni. Og boltinn er komin hér bara upp í horn eiginlega. Nei, hún er ekki að halda þess inn á. Okay. Já, en það hafi ekki verið teljandi vandræði hjá IR-vörninni hingað til í leiknum. Ég held að ef þetta verið staðan í hálfleik þá held ég að þjálfara teimunum verði Ýringar sáttari. Já, ég hugsa það. Þetta getur nú bara orðið hættulegt. Já, þetta er brotlengi, nei, þetta er bara stór hættulegt, en það verður nú ekkert úr þessu. Var það Lilja sem að bjargaði þessu? Já. En þarna voru Ýringar bara nánast komnar í algjört dauðafæri. Já, þetta hefði getið orðið hættulegast að færi hálfleiksins, en hún á ekki að koma sér í stuðu til þess að koma þessu almennilega á markið. Þetta er, já, vel gert hjá Sigrúnu. Þetta er María aftur. En Kloppinn telur ekki ef hún heldur ekki valda boltanum. Nei. En áhugaverð tilraun. Þetta er vel spilað. Já, þarna akkurat frábært. Erla nær ekki að taka með sér og þær komast inn fyrir. Leifir þeim að takast á. Ég veit ekki alveg hvað aðstoðardómari var að gera þarna. Þarna var bara endaði þetta í færi hérna hjá Sigrúnu. En hún ætlaði samt að dæma á Skaga. Já, ég myndi halda það. Og hún gerði það, en dómarinn tók bara ekki mark á því. En þau eru í talstöðarsambandi, þannig að hann hefur bara... En hann leifir ansi mikið, eins og þarna, ég var ekki Sigrún. Þetta var Erla Karitas sem var... Já, var Erla Karitas sem var með boltan og ítti þarna. Já, var hún sem, já. Það er þetta gerist líka í megin áðan fannst mér. Að hann er greinilega að leifa að leikmennum að vera ansi mikið með hendurnar út um allt, sko. Þarna má hann eiginlega bara flauta. Já, fín vörn hann hjá Lindu. Ýringar búin að vera ná að halda boltanum betur hérna síðustu mínútur, kannski 2. En þetta er vel gert hjá Maríu. Þetta er ekki nú nákvæm sending. Nei. Mér finnst það svona, já. Þetta er mikil barátta hérna koma Skagakonur í sókn. Erla Karitas þessi sending er ekki nákvæm. Og siglir bara aftur fyrir. Og þessi fyrirhálfleikur, honum líkur væntanlega með spyrnu, markspyrnu. Já. Og þá kemur það.
og staðan 0-0 í fremur tíundalitlum fyrirháleik. Já, bragðdaufur var hann og FH komið 1-0 yfir gegn Grindavík hérna undir lok fyrirháleiks. Og Þróttarar, það tók þær ekki nema 1 mínútu að komast yfir gegn Augnabliki. Það er staðan 1-0 eftir 3 mínútur en já, við getum ekki annað en bara óskað eftir betri leik í seinni hálfleik. Nei, við erum að óska eftir því að liðin fari nú að spila skemmtilega fótbolta fyrir okkur og fara að sækja að einhverju viti. Hvort liði hefur skapað sér þannig lagað færi og við óskum eftir þeim. Já, ég segi það líka bara að IA verður að vinna þennan leik. Já, það er algjörlega lífsnauðsynlegt. Að sko, það er 1 stig niður í Fjölni og það eru nýbúin að spila í Fjölni þannig að það er ekki innbyrðisleik þar eftir og þannig að þú veist að við þurfum ekki að treysta á að Fjölnir misti í sig. Nei. Vegna þess líka að með sigri í þessum leik, með sigri, sér það, með jafntefli fara þær upp í 7. sæti reyndar. Eins og staðan er akkurat núna í leikjum kvöldsins sem er dálítið merkilegt. Þær fara upp um 2 sæti ef að leikinir enda eins og standa núna. En engu að síður bara 2 stigum á undan Fjölni sem er bara ekki nóg. Nei, það þarf bara sigurinn leik ef að þær ætla að halda sér uppi held ég. Ég held að það sé algjörlega nöðsynlegt og þannig að það verður vonandi meiri vilji til þess að skora í seinni. Já, en við tökum okkur hlé eins og aðrir og komum aftur hérna með síðari hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt. Þú pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.
Jæja, kæra áhorfendur, verið velkomin aftur með okkur. Örn Arnarsson og Björn Þór Björnsson eru mættir aftur í settið hérna fyrir síðara hálfleikinn hjá IA og IR eftir bragðdaufan fyrri hálfleik. Já. Þá vonumst við eftir einhverju betra. Já, við vonumst allavega eftir marki. Já. Ég ætla ekki að vera með einhverju heimtufrekju. Ég ætla bara að biðja mark og það komið snemma og þá held ég að þessi leikur gæti orðið opnari og skemmtilegri. Já, og sjáum ekki neinar breytingar á liðunum. Engin skipting hér í hálfleik. Nei, það vitist ekki vera. En við bröðum okkur hérna út fyrir, en það bara napurt. Það er skítakulli. Ég var einmitt að, eins og okkur var það orðið hérna mér og einum árandanum hérna, að það var eins og það hefði verið bara sumar í 3 mánuði og svo kom bara haust. Já, það var bara nákvæmlega þannig. Það bara beint í haustið, það er engin hérna, aðlögunar tími. En þetta er farið á stað. Vel gert. Sigrún með oflangan. Þetta er svolítið búið að vera að saga leiksins. Það hefur ekki svona sendingar sem geta leitið þess að við séum að komast í fína stöðu hafa oft verið að klikka. Já, svona líkil sendingar. Já, þessar líkil sendingar. Já, og þessar fyrirgjafinnar of snemma að koma of langt utan að kanti og svo framvegis. En við vonum að þjálfararnir Aron og Unnar hafi farið vel yfir þetta með Skagakonunum. Já, sína kannski svolítið meiri þolinmæði bara. Akkurat. Þannig að þolinmæði er dyggð. Það er rétt. Það er náttúrulega orðið rosalega við erum fannin að botna setningarnar hjá okkur árum Björn Þór, en kannski lýsir stemmingunni hjá okkur hérna í IATV. En ég verð nú bara að þakka knattspyrnufélagi IA fyrir að hafa komið með kaffikönnu hérna áðan. Það er bara það kallt að þó svo við séum inni þá er maður bara... Já, það er svolítið trekkur sko. Já, það er annars mikið trekkur. En hetjurnar okkar, Hjalti Sigurbjörns og Ingimar Elvar Ágústsson á myndavélunum úti. Já, við prímandóðunar kvörtum yfir guldanum hérna inni sjánt. Já, þetta fer bara svipað af stað eins og fyrir hálfleikurinn var. Já, gerir það. Þetta er vel gert, en... Sáum hann það Evu Maríu. Já, hún var komin að sé hátt upp. Bara brá sér. Og það var að Fríða, en þetta er ekki gott skot. Nei, en þarna sáum við eitt sem að hafi vantað, þar voru þær 3 í tegnum þegar sendingin kom, fyrirgjöfin kom, þó að hún hafi ekki tengt við Samherja, að þá... Já, það er bara, núna sagði dómarinn að, nú er bara spjald næst á Aron Ími. Það bara nennir þessu ekki. Já. Síðan er líka eitt sko með þessa krossa hjá okkur og allt þetta, við erum ekki með hávaxinn strækir í boxinu eins og staðan er núna. Hún er líklega bara með minni mönnum á vellinum og það er kannski ekkert vænlegt að vera að reyna það. Nei, en þeim mun mikilvægara er einmitt að komast framar kantinn og senda krossana inn fyrir vörnina. Að það eigur líkurnar töluvert á því að hún ná að gera sér eitthvað úr því. Já, þetta var svolítið skrítið. Ég held að Róbert hefði nú alltaf náð þessum bolta ef hún hefði elt hann. En hún missir hann. Þannig að það var mikið verið að byrja hendi, hefur maður heyrt. Það er heyrt þetta orða eins og oft, en sýnst þetta ekki fara í hendina? Nei, það er búið að öskra hendi hérna bara nánast í annað hverju sók, sko. Helsi við bara út af.
var Unnar kominn á fætur líka. Allir þjálfarar leiksins komnir hérna á fætur og þetta er vænlegt. Þetta er flott, María. Já, vel gert og þetta er... Henni hérna og hún fær aukaspyrnuna á hættulegum stað. Er þetta ekki svona guldspjald eftir bókinni þó svo þetta hefur verið svona hérna ansi soft sko? Jú, mögulega. En skiptir engum máli? Nei. En er það Fríða sem að tekur þessa spyrnu? Inn að markinu hátt og þetta er ofan á markið. Þetta var bara skot. Já, þetta var bara... Má segja það, ég heldur reyndar að þetta ekki verið átt að vera skot. Nei, vindurinn spilaði smá rullu þarna. Er vindáttin ekki búin að snúast þannig að hún er meira á mark Skagamanna núna? Sem sagt... Já, sem sagt... Ekki það að ég átti mig á því að það er... Hann var ekki á mark ÍR-inga í fyrirháleik. Nei. Hann var svona þvert með svona meira eins og að sé... Já, Eyrún fær hann í fætur hérna. Þarna vantaði lítið upp á að Bryndís hefði takað með sér. Þetta er... Já. Hér eru íginningar að sleppa í gegn. En varnarvinninni á Evi Maríu. Gríðarlega góðu varnarmanni á María. Þá eru Skagamenn að undirbúa skiptingu. Er það Selma Dögg sem er að koma inn á? Ég sé ekki númerið. Jú, það er Selma Dögg Þorsteinsdóttir sem er að gera sig klára hérna. Herði, hérna er Sigrún. Já, við setur boltan á Lilju sem reynir skot. Já, þetta var fast. Vantaði bara að halda honum aðeins betur niðri. Það er það Eyrún sem að fer að velli. Já, hún var í fyrsta sinni í byrjunarleik, kannski bara vantar upp á leikformið, geti verið. Þegar hún er náttúrulega ekki búin að spila fótbolta undanfarið. Já, hún er ennþá að spila sig í form. Já, og síðan er líka náttúrulega kannski yfir að bara bæta í hæðina, út af þeir eru nú búin að vera svolítið að reyna að krossa. Og Selma verðist nú koma bara, María færi sig nú aðeins hérna yfir til, ætlum sem María Björk sem að fer í fremstu výlínuna. Það gæti verið. Og Selma út hérna hægra megin, kom inn á hérna í síðasta heimaleik gegn Fjölni og þá kom hún inn í hægri bakarastöðuna. Vel gert hjá Lilju hérna. Já, þetta er samt aðeins og flókið, en hún kemur boltanum hins vegar á Erlu Erdas. Hún kemur boltanum ekki inn í og Skagastúlkur halda boltanum hins vegar. En sjáum það að allt ÍR-liðið er núna á síðasta þriðjungnum. Já, já. Hérna væri nú hægt að... Það er ansi mikið blásið hérna og vel gert, Selma. Já. Það er að vinna hotspyrnu eða hvað? Já, já. Það gerir hún. Fríða tekur þetta. Og hún gæti... Munum hvernig aukaspyrna var hjá henni áðan, þessi ef hún snýr þetta inn að markinu, hún þarf að passa sig að snúa hleypunum. Þetta kemur inn að markinu og það er mikið fara þarna og það er Bryndís Rún! Bryndís Rún kemur þess í markið, þetta er rosalega mikilvægt mark
Á 54. mínútu slétt held ég hreinlega bara. Þá skorar Bryndís Rún. Boltinn frá Fríðu kemur þarna inn á markteginn og það verður markmaðurinn er ekkert í boltans og verður ákveðinn darraðadans. Og það er Bryndís Rún sem setur höfuðið í boltan. Bjarki Þór Aðalsteinsson er ánægður með þetta á trommunum. Ánægður að sjá hann sem mætti við trommunar. Þetta var mikilvægt og Íringar. Já, þetta er glæsileg sending á Selma og María. Þetta er... Það er ekki dæmt. Nei, mér sýndist þetta var brotið. Og nú verður Aron alveg... María fann fyrir þessu. Já, það var farið hérna með hnéð í læri á henni og þetta er óþægilegt. En ég held að hún sé svo ekki, held hún að hlaupa þetta úr sér. Ég er að sjá þetta hérna á endisýningu sem að fólk getur náttúrulega stjórnað sjálft eins og ég hef alltaf mynd á. Já. Það er ekkert mál að spóla tilbaka og ég get ekki betur séð en að þetta hefði verið nokkuð hart brot. Þetta vistist allan að vera augljóst aukaspyrna. Já, María draghölt eftir þetta. Vonum að hún jafni sig á þessu. Já. En þetta var ansi fast högg sem hún fekk hérna. Það var það. Og hann er brotið á Róbertu. Og þá kemur væntanlega spjald. Á Aron. Já, Aron Ímir að ná sér í spjald. Já, en mér finnst nú, hann var búinn að segja að hann ætlaði að spjalda næst þegar hann gerði eitthvað þannig að hann er kannski þar. Samkvæmlega sjálfur sér að það? Já, Aron getur lítið kvart eftir því en ég skil reiði Arons þarna. Hann hefur samt mátt róa sig þarna aðeins fyrir leiknum. Já, ég heyrði líka að Unnar einmitt orðaði það þannig að... Þetta er að versta sem við gest í leiknum sagðan, þetta er hættulegt. Já, og sem er alveg rétt þegar maður skoðar þetta aftur. Já. Og maður skilur gremið þeirra, en maður skilur líka við sjónum með dómarans að hann var búinn að segja þeim að... Já, hann var búinn að aðvara Aron, þannig að það er... nefnilega þannig í fótbolta að sama hvað finnst störf dómarans. Já. Þá áttu í rauninni ekki að hafa sérstakar skoðun á því. Þetta er rétti dómur. Já. En þessi staða þetta er gott fyrir í að munum að Grindavík er einnig undir gegn FH og Þróttur er nú 2-0 yfir gegn Augnabliki. Fjölnir tapaði fyrir Tindastól þannig að þetta er alltaf spilast eins og bestur er á kosið fyrir Skagakonur. Þetta er klaufalegt í Íringum, þær gefa hennan, þetta er of langt. Já, Sigrún upp. Og Haukar eru að vinna afturheldingu og lyfta sér upp fyrir þær í innkassodeildinni, eru að koma sér í 4. sætið. Annars hefði Haukar tapað, þá væri ÍR að koma sér 2 stigum eftir Haukum, en eru þessi stað 4 stigum eftir afturheldingu, eins og staðan er akkurat núna. Þróttur kom í 3-0 eftir hálftíma gegn Augnabliki. Já, það gengur ekki nógu vel í Augnabliki þessa dagana. Nei. Já, það var... Taka þetta stutt bara hérna. Þetta var einkennileg sending. Þarna var Lilja alveg bara eiginlega aftasti maður. Ætlast til fullmikil svona. Já, en skamin eiga þetta yngast.
Þetta nú ágætlega gert hérna. Þetta er mjög vel Hjá gert. Bjarkey. En Já. Fríða Hverunur er mætt Já. til að reynsa þetta upp. Já, þarna fær Erla Caritas aukaspyrnu. Nú, það er kannski þess virði að minna á það að við munum vera með leik Kára og IR í annarri deild karla Já. í beinni útsendingu á föstudaginn. Svona IR þema. IR þema í þessari viku hjá okkur á IR TV. Og Káramenn náttúrulega í jafnvel enn erfiðari baráttu heldur en konurnar hjá IA. Spiluðu eitthvað einkennilegasta fótboltaleik sem hefur Ja, spilað. hefurðu heyrt eitthvað þennan síðasta leikjaðum? Já, ekki, sko, þetta er náttúrulega, hann fór 7-4. Þeir lentu hvað, ég man ekki, 5-1. 5-1 undir, já, mingu í 5-4. 5-4, já, og það er hafa reyndar, gengu Fjarðabyggð frá þeim eftir það, sko, en já, það er líka fallbaráttu hjá Kára, en þeir... Já, allhressileg. Og það er svona... Þeir þurfa að fara að ná í úrslit. Já, þeir þurfa að gera það. Þetta er eiginlega... Reyndar áttu stórkostlegan sigur hérna gegn Vestra í síðasta heimaleik. Já. En þeir eru núna einu stíu eftir KFG og liðin fyrir ofan eru nú búin að slíta sér frá. Þannig að þetta eru KFG og Kári sem eru að koma til með að berjast. Eiga þeir innbyrðisleik? Eftir? Já. Það er svona bara aðtuga það. Og Róberta Selmu og þetta er vel spila. KFG tekur á móti Kára í 19. umferð. Gæti orðið skemmtilega leikur. Það gæti orðið, bæði liðið eru búin að vera að tapa mikið af stigum, en þetta gæti hreinlega orðið úrslitaleikur milli þeirra. Ef þetta verður úrslitaleikur þá fellur Kára ekki. Það getur sagt það. Já. Það er alltaf mikil ástríða í þessu liði til þess að þeir myndi tapa þeim leik. Já, þeir sem að hafa hort á útsendingarna hjá okkur frá Kára að vita það að það er valla til mikið betra sjónvarpsefni heldur en... Nei, það er bara skemmtilegt fótbolti sem þetta horfa á. Maður veit aldrei hversu margir leikmenn enda inn á ljúka leik og hversu mörg eru skoruð. Já, akkurat, og það er yfirleitt mörg. Já, já. Þess vegna var þetta aldrei skrítið þetta að horfa á þennan 1-0 sigur gegn Vestra hérna, en það var náttúrulega stórkostlegur sigur fyrir Káramenn. En þar sem að skagamennir í liði Vestra fengu rauð spjöld, bræðurnir Páll Sindri og Hákon. Páll Sindri ekki spilarendar. Já, fekk hann, já. Hann var allavega lyft rauðu spjaldi framan í hann eftir að leik hafði lokið. Já. En Hákon í rauninni óheppinn að fá hérna seinna gula spjaldið. Það er hægt að sjá upptökuna af þeim leik eins og öðrum Kára-leikjum og IA-leikjum kvenna á YouTube-rásin okkar og við erum með í lýsingunni við hvert myndband tímasetningar á mörkum og spjöldum og slíku allavega rauðum spjöldum í lýsingunni á vídeónu sem þannig að það er auðvelt að smetla á það og þá hoppa maður beint á réttan stað í myndbandinu. Allt til þess að auðvelda áhorfendum að sjá það helsta úr útsendingunum okkar. Þetta er vel spilað. Já, það er allt annað að sjá til skalis sér í seinni hálfleik. Þetta er orðið svona meiri léttleiki í spilinu og svona. En að því sögðu virðist mér á IR-liðinu að þeir séu bara ekki í eins góðu standi. Nei. Það virðist vera að það er búið að opna svolítið fyrir missvæði og það virðist vera að það séu svona orðnar aðeins þyngri á sem þeim voru í fyrri hálfleik. Þannig að ég bara held hreinlega að það séu ekki í eins góðu formu eiga að vera IR-ingarnir. Nei. Selma Dögg hefur komið hérna með miklum krafti inn á hægri kantinn. Kemur hérna með fyrirgjöfina. Þetta er vel gert. Bryndís fleitar honum áfram. En Auður er að hreinsa þetta upp. Þróttarar í miklum ham gegn Augnabliki
4-0 staðan þar eftir 36 mínútur. Það ekki skemmtilegt að spila slíkan leik ef maður liðsmaður Augnabliks. Nei. Leikurinn búinn í fyrri hálfleik. Þróttarar klárlega á leiðinu upp eins og FH. En það verður ágætt ef að Skagastúlkur fær nú að bæta við einu marki. Já, við fögnum öllu svo leiðis. Brýst sólin aftur hérna fram í gegnum skíin. Kvöldsólin á Akranesi getur verið erfið markverðinum á markinu nær Akraneshöll. Eystra markinu. Því að Ómar Jó kynntist í árið 2007. Já. Í að Keflavík. Já, sólinu var kennt um það. Já, sólin beint í augun á honum og Bjarni skoraði flott mark. Já, alveg óvart. Já. Illa staðsettur líka. Bjarni til pressu líka. Já, Bjarni. Frá Baldri. Baldur átti nú líka skemmtilegt vitarleinu sinni með sólina. Töpuðu í Laugardalnum eða eitthvað líka. KR. Það tók bara 2 mínútna viðtala sem var að útskýra sko hvernig sólin var alltaf að trufla hann og þó svo hún hefur verið gerað, það var þetta mjög svona pínlegt viðtal. Já, gríðarlega barátta hérna ennþá. Þarna allt opið fyrir Selmu. Þessi sending of innarlega væntanlega, eða hvað? Nei, heyrðu nú mig! Vindurinn spilaði þarna. Já, þetta var bara stór hætta. Minn engu að Erla Karitas kæmist í boltan hana. Já, þetta blott spil. Þá skipting hjá Íringum. Marta Quental, númer 27, kom inn á. Og út af fer... Leikmaður númer 9 eða hvað? Nei. Hún bara að fá sig vatn. Númer 6 kemur út af, segir hún, Sara Rós. Sveinsdóttir. Þannig að fara eitthvað taktíska breytingu. Já. Sigurður mikill refur. Já, hendi, þarna heyrum við þetta orðið einu sinni en innkast. En þetta var reyndar hendi í þetta sinn. Já. En innkastið fínt. Þetta vel gert á Kæju. Það hornspyrna. Já. Og við skorum á hornin síðast, það var ekki bara fínt að gera það aftur. Ég held að. Já. Það var mjög áhugavert mark sem að Bryndís skoraði með skalla eftir að boltinn datt niður hérna í teignum. Kemur boltinn inn á teiginn og Auður hérna í vandræðum. Þessi var bara í slána. Já. Sýndist mér. Það vinna boltan hátt af vellinum hérna. Já, og það fínt að bara svona langan inn í núna. Nei, það hotspinnan. Núna þetta algjör einstefna að verða hérna. Já. Svo sem
en Skagastúlkurnar virka miklu meira ógnandi einhvern veginn í sínum aðgerðum núna í síðara áleiknum. Allt annað. Og líka mæntanlega smá léttir að fá markið inn. Já, eflaust. Og með örlítið meira sjálfstraustið þá gæti þetta lið þess vegna klifrað hærra í töfluna og náða að tryggja sig bara á góðum tíma. Sigrún leggur þetta út í tein á Lilju. Þetta er skemmtilega framkvæmt. Þetta var skemmtilegt. Þetta var eitthvað að teikna í borðinu. Já. Þar heyrði Aron kalla Liljan núna. Kemur spyrnaðan út í teginn. Fínt. Nú bara vera grimmar. Þannig var það Dagný sem ætlaði að fleyta honum áfram, tókst ekki. Þetta er ennþá... Það er ná að koma þessu frá en ekki langt. Róberta heppin hérna. Þetta er góð bolti inn á Sigrúni en hún er flögguð, rangstæð. Þá er önnur skipting að eiga sér stað hjá Íringu svona fljótlega. Það missa boltan hér Íringar fram á við og býtur nú við henni Selma. Bryndís nær þessum bolta. Nei, þetta er þröngt, allt og þröngt. Vel gert hjá Lilju hérna. Það eru Íringar að fara að gera breytingu. Já, það ætla að bíða með það greinilega. Já. Viktoría Sól Birgisdóttir að gera sig klára. Sigrún, þetta er sko, við þessar aðstæður er þetta bara ákjósanlegt skotfæri eins og kom minna á það með sólina. En vindurinn óþægilegu samt sem aður. Nú vel gert hjá Lindu að skalla þetta frá. Kajan er að snúa skotið í varnarmann, er það ekki? Já, þetta er hornspyrna, nei. Þau ætla ekki að dæma hana. Og Aron trúir þess ekki. Nei, enda tók þetta góða tíma. Ég held að hvoruðu dómarinn hafi vitað. En sko, flugið á boltanum gaf til kynna að hann hefði átt viðkomu í öðrum leikmanni allavega. En hvort það var mótherji eða samherji. Hver er það sem kemur af velli? Það er hún, ég held að sé Álfheiður sem er að koma út af. Álfheiður Bjarnadóttir. Já. Ír, við veitum hver boltinn er að koma! Tökum okkur stöðu! Skagakonur hafa unnið mikið af þessum markspyrnum í fyrsta og öðrum bolta. Það ætlar enginn að fara í hennan, en jú. Sigrún hérna fær nú hérna rítik í bakið. En eins og hann hefur verið að leyfa þeim þetta. Já, hann hefur verið að leyfa báðum liðum að nota hendurnar svolítið mikið. Ég hefði mitt haldið að fyrir í að liðið að ná að skora aðeins fleiri mörk hérna myndi íta undir sjálfstreysti hjá þeim, en hér er að skapast hætta. Auður Haurök hérna. María, aftar, Selma, aftar, það kemur langur bolti, aftar, María, aftar, það kemur langur bolti, tilbúnar í langur bolta. Aftar, vel gert. Bætum á Marta ákveð. Já, þetta er flott. María Björk að komast hérna. Reynir að finna Erlu Karitas eftir þess að vera aftan hana. Já. En einn svona lykilsending sem að er að klikka.
Anita búin að eiga tiltölulega náðugan dag Já, í markinu hjá hún IA. er orðin skítkvöld þarna aftast. Ég man eftir einu skoti sem hún þurfti að verja. Hún ger þessi inn á, María á miklum spretti hérna. Svaka barátta hérna en Harpa nær að stíga hann út. Og það er innkast sem að Skagakonur eiga, Lilja. Á Efi Maríu sem fleytir þessu áfram, Linda út úr teiknum með hann. Þar vinnur Sigrún hann. Salme var alein þarna. Já, þarna Selma er búin að eiga fína innkomi Já. hérna. Ég held bara að hún hefði ekki átt að sjá því. Þetta var svo... Þetta var, hún var, já, Hún var alein. kom henni bara óvart. Já, ég held Hann hafði mikið pláss og mikinn tíma. En þetta var sennilega bara með betri færum sem að ég hef fengið í leiknum. Já, þetta var það klálega og það er... Og já, Selma hefur komið vel inn í hennar leik. Ekki brjóta þarna allavega, nei. Gert hjá Erlu að vinna boltan tilbaka þarna og vinna innkast. Já, já. Aron Ími Bjartsít á að sé að koma meira mörkum. Róberta með sendingu inn í og Bryndís á Selmu sem á ágætis skot en það ratar ekki á markið og markbyrna. Já, það er búið að vera smá aksjón í Mosesbænum. Afturhaldingi jafnaði á 63. mínútu en Sierra Maria Lely sem er búin að skora bæði mörk Hauka kom þeim aftur yfir 3 mínútum síðar. Þannig að Haukar ennþá yfir gegn afturhaldingu. Eins og ég sagði á hann, það kæmi sér betur fyrir IA ef afturhalding myndi vinna þann leik. Eða jafnvel jafntefli væri þar hans fínt ef við förum að þora að horfa aðeins hærri upp töfluna. Þarna er fín staða en þetta var ekki góð sending inn í og hann enda bara í innkasti. Nei, hann stoppar þarna. Já, það var varamaðurinn Viktoría sem að náði þessum bolta. Gefa sér góðan tíma í þetta fasta leikadriði. Já, það er ekki verið að flýta sér. Anna Bára kemur hérna langt að til að kasta. Og hún er vantarlega sérfræðingur í slíkum innkastum. Marta kemur á móti þessu. Selma brotið á henni. Komið að íringum. Það var eitthvað spiluna þarna. Pressa í Já, held ég sterkur kandidati í leikmann ársins sjá meistaraflokki kvenna í ár með það sem að maður hefur séð. Já, það er samt einn leikmaður sem er búinn að vera alveg svakalega öflugur og það er hún Fríða Halldórsdóttir. Já, klárlega. Og hún einmitt er oft í kannski vannmettnu hlutverki inn á miðjunni. Já, en hún hefur nú skorað einna mesta mörkum Já. Í liðinu líka. En Eva María hefur svo sem verið inn við markaskorunum líka, mikilvæg mörk sem að hún hefur skorað en svakalega kraftur í henni Fríðu. Og hún hlífir sér ekki við því að vinna vel tilbaka. Nei, akkurat. Það er rétt tæpar 11 mínútur eftir að leiknum. Og enn er það mark Bryndísar sem að skilur liðina að. En Íringar hérna að gera sér líklega, fá tækifæri til að koma fram með bara allt sitt lið.
Aukaspyrnan nær ekki almennilega inn á teig en Skagakonur er ekki búin að hreinsa. Þarna virðist nú vera að Róberti sé hreint en ekki dæmt. Selma kemur þessu síðan frá. Og nú má ekki gerast það sem hefur gerst í undanfennum leikjum. Að tapa niður fórskoti? Já. Nei, það er kærlega fyrir. Við tökum það ekki í mál hér. Þetta er stór hættulegt. Og Linda Já, Linda. nær ekki að koma að skota á markið. Það verður ekkert úr þessu. Þarna var nú bara að skapast töluverð hætta í vítateig Skagakvenna. Þarna er engin Skagamaður. Þarna er svolítið. Já. Spurning hvort að Íringar er að fá smá sjálfstraust hérna. Dæmd aukaspyrna hérna á Lilju, réttilega. Alveg hárrétt dómur. Eitt af því sem er skemmtilegt við að vera með mikrofónir á velli milli varamannabekkjana er að við heyrum kannski smá orðaskiptir milli varamannabekkjana. Þetta var þetta að koma úr dúkunni, þetta öskur. Já, var það? Já, ég held að enginn sem starfa við fótbolta orði hlutina svona við svona brot. Það var einn hérna sem vildi nú bara fá kæru inn á borð lögreglunar hérna fyrir líkamsárás. Í þessu broti? Já. En aftur aukaspyrna á hættulegum stað, allt í að liðið komið tilbaka, ber það vott kannski pínu, já, hræðslu. Þetta er spurning maður. Kemur spyrna frá Önnu Báru, hún er föst að þessu sinni. Það er hætta ennþá. Það er í að liðið að koma sér út. Herðu, hérna er eitthvað klikk. En vel gert hjá Efi. Herðu, þetta er ekki í lagi. Gult spjald. Er það ekki leikmaður númer 2, Elisabeth Lilja? Já, það er svona ljótt að sjá þetta þegar það er verið að reyna að gera svona. Það er náttúrulega, hérna, þegar það er bara svona komið pirringur, sko. Þá er það alltaf ljótt. Já, Elisabeth Lilja Ísleifsdóttir, fyrsta gula spjaldi í leiknum. Það stefnir í ansi spennandi lokamínútur. Sigrún og Garðars. Við erum eitthvað í vand. Vitum við ekki. En við vonum að þetta hangi hérna rétt fram að loka flauti. En einhver vandræði með nettenginguna hérna. Við hengum inni núna. Þannig að fólk sé ekki að ringi í þjónustaðalinn og skipta ráter heima. Þetta er vandamálin eru hjá okkur ef það hefur verið eitthvað hyggst undanfarnar mínútur. En núna er venjulegu leiktími senn að enda. Eflaust ekki miklu bætt við, 2 skiptingar hjá hvoru liði. Já, þetta eru líklega, þetta sé ekki 1-2 mínútur sé ég. Já. 2 mínútur. Nei, það er bara 1 skipting meira segja hjá IA. Það er ekki mikið verið að hræra í liðinu núna í þessari stöðu. Við viljum bara hafa boltan svolítið fjær markinu. Íringar að hlaða sínu leikmönnum fram á við. En það er eitthvað að gefa sér góðan tíma. Já, hún það nú bara, þarna var maður í fyrsta sinn bara í langa tíma orðið sem eigur að það er loksins beitt þessari reglu sem við talaði fyrir.
Enda sá ég það að Sigurður Sigurþórsson var farin að gefa dómaranum merki hvað væri eiginlega í gangi. Já, vel gert hjá Bryndísi. Unnur Innkast þarna. Komið mínúta fram yfir. Stefnir hérna í fyrsta sigur í að síðan, síðan hvenar? Það er orðið ansi langt síðan það er unnu síðast. Það var einhvern veginn í júní, held ég að það hef verið. Já. En núna held ég að hann fari nú að flauta leikinn af. Er ekki komnar, hvað ætli séu komnar yfir? Já, 2 mínútur eftir. Nei, ætli kannski aðeins hálf mínút eftir eða eitthvað. Já, enda heyrir maður að stuðningssveitin er... Þeim var kalt líka. Herðu, Kemur nú langur vona bolti ég að fram. verða ekkert bull. Eva María kemur þessu frá en ekki langt. Og innkast, þá væntanlega fyllaðar teginn. Já, þetta er síðasta tækifærið. Það er hvítklæddu. Já, það er bara svona. Þetta er unun að sjá. Er ansi hörð